Komið sæli kæru sportdrekar. Þá eru komin spil hérna fyrir ykkur. Þetta eru 4 stokkar sem ég ætla að nota þessu sinni, en bara 1 spil úr hverjum þeirra. Það verður efsta spilið í bunkanum, hverjum bunka. Byrjum á efstu 2 og tökum síðan þessi neðri á eftir. Við skulum sjá hvað kemur til ykkar, kæru sportdrekar. Ég er búin að stokka þetta og gera þetta klárt. Já, þið fáið hérna þessa fallegu mánagyðju. Mánagyðjan Hina frá Pólýnesíu og Hawaii. Hún var talin vera það falleg að enginn gat hort á hana berum augum. Hún vorkenndi fólkinu, þannig að hún hendi bitum af tunglinu niður á eyjarnar. Þetta eru sem sagt þarna Hawaii og Pólýnesíu eyjarnar. Hendi í þau bitum af tunglinu sem að átti að tryggja það að þeir hefðu nóg að bíta og brenna. Já. Stykkin breytust svo í meðal annars tré og sem að eyjaskeggjar gátu nýtt sér bæði sem fæðu og til að búa til föt og fleira úr. Ok, nú skil ég þetta. Þessi gyðja, hún boðar frelsi. Hún býður ykkur að skilja eftir ykkur það sem að hindrar ykkur og heftir og taka á móti frelsinu í lífi ykkar. Þið geti breytt lífi ykkar ef að þið viljið. Það eru skilaboð hérna að sálin ykkar vill meira, hún vill meiri frelsi, hún vill gera meira af því sem að ykkur er ætlað að gera. Það er að segja ykkar lífshlutverk. Kannski þurfið að taka ykkur pásu til að skilja betur hvað það er. Alheimurinn er alltaf til í að styðja ykkur í öllum breytingum. Og kannski kominn tími til að taka einhver skref yfir í eitthvað nýrra og betra. Spilið hérna við hliðina og talar að planta fræjum. Það er að segja, það er hérna fallegur akur og fræ, já. Það stendur eiginlega hérna að akur sálar minnar er tilbúinn að taka við fræjum. Fræjum náðarinnar, the seeds of grace. Þið megi skilja það alveg eins og þið viljið, en voðalega það tók á að koma þessu frá mér. Þetta er bara spurning að uppskera eins og maður sáir og að vera opinn fyrir nýjum fræjum, það er líka það. Kannski er að einhverjir ykkar kæru sportdrekar vona barni eða eru að hugsa að fara út í barneignir. En aðalega held ég að það sé verið að tala hérna þetta að opna fyrir hinu nýja og að byrja á einhverjum nýjum svona litlum sprotaverkefnum sem að eiga svo eftir að vaksa og dafna og verða að einhverju stærri og meiri. Og til þess að þetta gangi upp, þá þarf ákveðið frelsi, þá þarf kannski að losa sig út úr einhverjum verkefnum sem að þið eru bundnir í og fara út í eitthvað nýtt. Kannski er einhverjir ykkar búin að ákveða að gerast bændur eða fara að gróðursetja fallegan garð, svona í bókstaflegri merkingu, en þetta getur átt við hvað sem er.
Þá skulum við kíkja á seinni spilin. Sjá hvað þau segja okkur. Þetta nú ekki einleikið hvernig þetta stundum. Þetta spil heitir andlegar tengingar, andleg sambönd. Hér verið að tala innsæi, það verið að tala tengingar, tákn og það sem að inspirasjón. Og að sjálfsögðu verið að tala hérna líka að opna hugan og opna fyrir andlegu hliðina. Og kannski þetta ákveðið fræ hérna sem verið að planta. Þetta svona fangaði augað og svo meira segja hún hérna líka þessi með svona fallegt fræ. þar sem að þriðja augað er. Nei, ég segi bara svona. Það er eitthvað andlegt, einhver andleg opnun í gangi og það er kannski þetta frelsi sem við erum að tala hérna. Það er andlegt frelsi. Ég óska bara til hamingju með það, kæri sportryggi, og ég vona að það verði létt og ljúft. Svo segir þessi gyðja hér, hversum hún nú er, hún þrítekur, það er auðvelt fyrir mig að taka við. Það er auðvelt fyrir mig að taka við. Það er auðvelt fyrir mig að taka við, að vera móttækileg. Og þetta hljómar alveg með öllu því sem ég var að segja hérna áðan varðandi fræið, taka við fræinu. Gefa því næringu, leyfa því að vaksa og dafna. Þannig að þessi spil styðja hvert annað og það er svo skemmtilegt þegar það gerist að eitt spilið er bara staðfesting á næsta spili. Það er svolítið það sem er að gerast hérna. Hvað þetta nákvæmlega þýðir fyrir þig, kæri sportryggi, veit ég ekki alveg. Það er eins misjafnt og þið eru margir örugglega. En þú getur örugglega sagt sjálfur þér hvað þetta er. Þú ert að fara að taka á móti einhvers konar fræi og til þess að gera það þarftu að vera móttækilegur og opinn og hafa ákveðið frelsi, ekki vera fastur í fyrirfram mótuðum skoðunum eða vinnubrögðum eða fyrirfram mótuðum svona lífstíl skulum við segja. Og það var nú alveg þér líkt, kæri sportryggi, að fá spil af þessum toga, eitthvað sem að sneri að andlegum tengingum og því að fara inn á við og taka á móti. Þú ert mikill grúskari og ætti bara að hafa gaman að þessu. Ég ráðlegg þér að pása þetta myndband og skoða sjálfur myndirnar, litina og skilaboðin til að efla þitt eigið innsæi vegna þess að það er bara takmarkað sem að ég kem til skila með þessum lestri og það er alltaf gott að koma sínum eigin skoðunum að og finna hvað spilin eru virkilega að segja manni. Ég er búin að hafa þetta sterkt á tilfinningunni hérna meðan ég hef lesið fyrir merkin að þessu sinni með þessum spilum. Þannig að það er eitthvað sem að ég er að reyna að koma framfæri hérna við öll stjörnumerkin. Og hér ert þú, kæri sportryggi, og þetta eru spil sem ég hef ekki notað ennþá og ég var að segja að þú væri mikill grúskari. Hér stendur investigate eða rannsakaðu. Það virðist vera lykilorð hjá sportrygganum sem fer inn á við og kafar djúpt.
Ok, ég ætla ekki að láta þetta vera lengra sinni. Gangi bara rosalega vel með þetta kæri sportriki. Ljós og kærleikur.